Það gerist stundum í skák að taflmenn lokast inni, eiga enga flóttareiti og komast bara ekki neitt, eru hreinlega fastir. Þegar við erum að tefla þá þurfum við að fylgjast með því hvaða reiti mennirnir eiga, bæði mennirnir okkar og menn andstæðingsins. Og ef við sjáum einhvern mann sem að fá reiti til að flýja á, þá getur verið gott að reyna að finna leið til þess að hóta honum og festa hann, þannig að við getum unnið mann af andstæðingnum. Við þurfum líka að passa upp á menninu okkar, að þeir eru nógu marga flóttareiti til að komast á. Ég ætla að sýna ykkur fyrsta dæmið svona ákveðna gildru eða ákveðið þema þar sem að taflmaður lokast inni sem ég lærði. Og ég var mjög ungur í nýbyrjar að tefla því ég lærði þetta þema og ég var mjög heillaður af þessu. Ég var alltaf að reyna að fá þetta upp í mínum skákum. Þetta kemur upp í byrjun sem heitir Sigurleifvörð sem var fyrsta byrjunin sem ég lærði og við sjáum þessa byrjunarleiki hérna E4, C5, riddari F3, E6 og hér getur hvítur leikið mjög skrýtnum leik sem ekki góður. Þegar ég var að byrja að tefla voru andstæðingarnir mínir stundum að leika svona leikjum sem biskup B5. Biskup B5 oft góður leikur í Sigurleifvörð, sérstaklega við riddari hér, en nú ekkert hérna og biskupinn það sem ekkert að gera hérna B5. Og hér getur svartur bara einfaldlega að hóta biskupnum. Og ef hvítur vil halda biskupnum á þessari skálinu, þá getur hann að fara með hann á A4, en þá sjáum við að biskupinn festist inni eftir B5, biskup B3 og C4. Biskupinn á enga reiti og þetta svona eina af þessum grunngildrum í að loka mann inni. Biskupinn inni lokaður, kemst ekki neitt. Þetta sama þema, þessi sama gildræði til í byrjun sem heitir spænski leikurinn og það það sem við ætlum að líta næst á. Og spænski leikurinn kemur upp eftir E4, E5, riddari F3, riddari C6 og biskup B5. Þannig að biskupinn aftur komin hérna á B5 reitin og svartur leik A6, biskup A4 og D6. D6 ekki alveg algengasti leikurinn í þessari stöðu, riddari F6 algengast, en D6 fínt. Og hér eru margir góð leikir fyrir hvítan. Einn leikur C3 sem undirbýr D4 og býr auk þess til flotta leið fyrir biskupinn ef þarf. En hvítur leikir þessari stöðu D4 sem líka fínn leikur, en hvítur þarf að kunna núna gildruna sem að svartur á í þessari stöðu og þarf að kunna bregðast við henni. Ég ætla að segja eitt gildrur í byrjunum. Það er gott að kunna gildrur, en það er ekki gott að tefla bara upp á gildrur. Við getum ekki bara nota gildrur að reynda að vinna skákir bara á gildrum. En það er gott að kunna gildrurnar, sérstaklega í þeim byrjunum sem við teflum og vita af þeim af því að það gerist á og til andstæðingarnir okkar falla í gildrur. Og þá er gott að þekkja þær og vita hvernig er best að útfæra þær. Í þessari stöðu leikur svartur B5, biskup B3 og núna riddari drepur D4. Og eftir riddari drepur D4 og drepur D4 þá verður hvítur að passa sig á því að drepa ekki hér á D4 því þá fær hann tapaða stöðu. Besti leikurinn í þessari stöðu verður C3 þar sem hvítur fórnar peði fyrir hættuleg sóknarfæri. En hvað gerist eftir drottning drepur D4? Horfum aðeins á biskupinn á B3 og ímyndum okkur hvernig þetta peð á C-línunni gæti komist á C4 til að loka biskupinn inni. Jú, að sjálfsögðu það fer á C5 með tempói hóta drottningunni og hvítur þarf að gera eitthvað hana og ef hún fer til dæmis tilbaka inn á D1 þá kemur bara C4 og biskupinn fellur. Þannig að hvítur getur reynt í þessari stöðu drottning D5 sem lítur hættulega út, hóta máti á F7 og hróknum á A8 en svartur getur valda bæði í einu með að leika hérna biskup E6 valda hrókinn með drottningunni hvíta drottningin þarf að fara eitthvað og svartur hótar ennþá C4 drottning C6 skáp biskup fyrir drottning tilbaka, hótar aftur máti og hér er svartur ekki neyddur til þess að endurtaka leiki vegna þess að nú er hrókurinn valdaður og þá getur svartur bara leikið C4 og biskupinn fellur og svartur vinnur mann. Þessi gildra er kallað örkin hans Nóa. Gott að þekka þetta. Kíkjum þá á næsta dæmi og þá erum við með þessa stöðu hér. Þessi staða kom upp úr einhverju drottningapeðsbyrjun og svartur var síðast að leika riddari til D7 og við tökum kannski eftir í þessari stöðu að svartur er með riddara út á kanti. Almennt séð er það eitthvað sem við ættum að passa okkur á að vera ekki með riddara út á kanti vegna þess að ef riddararnir eru út á kanti þá eiga þeir mjög fáa reiti til að fara á. Ef riddarinn er á miðborðinu þá á hann 8 reiti, ef riddarinn er út á kanti þá á hann bara 4 reiti til að fara á. Þannig í þessari stöðu hér á svarti riddarinn bara F6 reitin til að komast á. Þannig að við þurfum að hafa í huga svona, ef við erum með svona menn sem eiga fáa reiti, þá þurfum að passa okkur á þeim. Hvítur hrókar það hér í þessari stöðu og svarta staðan er alltaf í lagi, hann getur gert ýmislegt, hann getur til dæmis reynt að bakka með riddarinn sinn eða koma hann á betri stað, en svartur lék mjög slæmuleik í þessari stöðu. Hann lék peðinu sínu á F6
Væntanlega hefur hann að undirbúa að koma riddaranum hingað eða eitthvað álíka. Þetta allavega mjög slæmur leikur. Ekki bara vegna þess að þetta tekur reitariddaranum, heldur líka því að þetta loka biskupinn inni og veikir hvítureitina. Það allt slæmt við hennar leik. Nú á riddarann enga reiti eins og við vitum og hvítur lék þess vegna bara G4. Það bara þannig að við sjáum mann sem á enga reiti þá bara hótum við honum. Riddarinn á enga reiti og hvítur drepur hér í næsta leik. Hvítur ætti að vera með unnastöðu. Þá skulum við kíkja næst á örlítið flóknara dæmi og við erum með þessa endataflstöðu hér. Hér er það hvítur sem á leik og hvítur á nokkra möguleika. Svartur er að hóta riddaranum og hvítur getur annarkvæmt bara bakkað með riddarann, skákað á D4 eða tekið peð á A7. Og hvítur ákveða að drepa hérna á A7. Það er jafnt í liðum en við sjáum að riddarinn er ekki vel staðsettur. Hann er út af kanti eins og áðan, hann á ekki margar reiti til að fara á og nú þarf bara svartur að hugsa hvernig get ég valda alla reitina sem riddarinn kemst á. Hvítur auðvitað að hóta biskupnum og ef að biskupinn fer eitthvað, segjum til dæmis að hann fari á A4, þá kemst riddarinn á C8 og sleppur hérna út á B6 og svartur má með þess að passa sig að því ef hann leikur kongur D7 eða kongur D5, þá kemur riddari B6 og gaflar biskup og kong. Þannig að, ef við fyrir tilbaka, horfum bara á hvert riddarinn kemst. Það er C8, C6 og B5. Hvert að biskupinn hjá svartum að fara til þess að valda alla þessa reiti á sama tíma, hann fer á D7. Og þetta er kallað að valda hálfhring riddarans. Vegna þess að reitingar sem riddarinn kemst á eru svona eins og hringur í kringum hann og hérna valdar biskupinn svona helmingin af þeim hring sem er í kringum riddarann og valdar alla þessa reiti. Nú er riddarinn fastur og það eina sem svartur þarf að gera er bara að rölta af stað með kónginn og hóta riddaranum og drepa hann. Þannig að hvítur lék kongur E3 í þessari stöðu og svartur fór með kónginn svona stað, fór með hann á D5 sem er góða leikur, tekur D4 reitina á hvítakongnum. Hvítur kemst ekki lengra með kónginn og riddarinn er fastur, þannig að hvítur lék G3. Þá kom kongur C5 og núna kongur E4 og hér er þetta eðlilegasti leikurinn að leika kongur B6 en það gefur hvíta kongnum færi að komast í gegnum vörðuna hjá svartum alla leiðin á D6 og hér á hvítur smá möguleika að komast kannski inn fyrir hérna og eltast við peðin. Þannig að svartur á betur leik þessar stöðu nákvæmari leik sem er biskup E6 og valdar núna alla þessa reiti þannig að hvíti kongurinn kemst ekki í gegn. Hvítur leik G4 og þá kongur B6 og nú er riddarinn fallinn og hvítur fær ekki einu svona neitt fyrir hann, fær ekki einu svona peð fyrir hann. Hvítur reyndi kongur D4, kongur drepur A7 og kongur C5 og nú þetta svartur aðeins að vanda sig til þess að vinna skákina vegna þess að hvíti kongurinn er á leiðinni í gegn og reyna að drepa þessi peð hérna og ef hann er því þá er þetta tryggir hans í jafnteflið. Þannig að svartur leik kongur B7, kongur D6 og biskup C4. Nú er svartur biskupinn tilbúin að fara að eltast við með hvítu peðin líka. Kongur E7 og nú er mikilvægt fyrir svarta kónginn að flýta sér nær peðanum. Þannig að kongur C7, kongur drepur F6 og kongur D6. Kongur G6 hótar H-peðinu, kongur E5, afsakið, kongur E5, kongur drepur og kongur F4 og valdar síðasta peðið. Mikilvægt að halda peðinu og nú er bara planið eins og áðan að fara að hirða þessi hvítu peð og vekja drottningu. Hvítur á eina tilraun í þessari stöðu sem er kongur H5. Því verður til dæmis svarað með biskup D5, hóta peðinu á F3 og ef núna H4 til þess að reyna að losa sig við síðasta peðið og tryggja jafnteflið þá leikur svartur betur biskup F7 skák og tekur svo H4 og vinnur auðvitað. En aðalatriðið var þetta þema hér þar sem að biskupinn valdar hálfhring riddarans og þetta er rosalega gagnlegt að kunna. Ég get alveg lofa ykkur því þetta hefur skilað mjög mörgum vinningum í skákum í gegnum tíðina, bara þetta þema. Við ætlum að skoða að lokum í þessu myndbandi dæmi illa staðsettan biskup og hér erum við með svartan biskup á H8 sem að hefur átt betri daga skulum við segja. Hann á enga reiti til að fara á. En það er samt jafnt í liðum og alveg svo áðan í dæminu með riddarann, það er jafnt í liðum en það er einn maður sem stendur illa og það getur skipt öllu máli, það getur ráðið úrslitum. Hvítur á leikið þessar stöðu og nú er bara spurningin hvernig vinnur hvítur þessar stöðu. Þessi svarti biskup er eins og ég segi gagnslaus en það er jafnt í liðum, hvítur er engu liði yfir þannig að hvernig kemst hvítur áfram. Besti leikurinn fyrir hvítan þessar stöðu er þessi skemmtilegi leikur hérna biskup B4 og hugmyndin er að leika biskup F8 og biskup G7 og hóta þessum biskup hér og við sjáum bara dæmi með þetta ef svartur leikur kongur D7
kemur biskup F8, biskup G7 og ef svartur drepur og hvítur drepur, þá fær hvítur drottningu óverjandi. Þannig að eftir biskup B4 þá verður svartur eiginlega að valda F8 reitin, kóngur E8. Og nú sjáum við að bæði biskupinn og kóngurinn eru fastir. Kóngurinn er að valda F8 og biskupinn getur ekki hreyft sig og það þýðir að hvítur getur á meðan bara rölta stað með kónginn sinn. Og planið er mjög einfalt, kóngurinn er á leiðinni hingað til að vinna peðin og svo labba hvítur peðin upp í borð og verða drottningu. Svartur getur rauninni ekkert gert á meðan. A6, kóngur E4, B5, kóngur D5 og svartur eiginlega bara leikfröng. Hann getur hreyft peðin, þá vinnur hvítur peðin. Hann getur hreyft kónginn en þá kemur aftur sama. Biskup F8 og biskup G7 og hvítur vinnur. Þannig að þetta voru grunnatriðin í innilokuðum mönnum og ég hvet ykkur til þess að horfa á næstu myndbönd sem að útskýra þetta betur og við sjáum dæmi út heldum skákum. Takk fyrir áhorfið og gangi ykkur vel.